Takk Jesus fyrir daginn. Viltu bara hjálpa mér að hafa orð sem að actually umturna lífum, ekkert að því orðin eða ég eitthvað. Heldur út að þú ert magnaður drottinn. Við biðjum að dvelja í okkur, starfa í okkur. Viltu upplýsa hug okkar, umturna hjörtum okkar og styrkja hendur okkar til þess að lifa þitt dýrar. Ég bara þakka þér fyrir orðið. Ég þakka þér fyrir páskana það sem við fáum að koma saman og fagna þessu lykilatriði í trúar okkar. Að þú fórst ekki bara á krossinn fyrir okkur, þú hangir ekki þar drottinn heldur, ert þú sá eini í mannkynssögunni sem hefur fengið gröf á láni í nokkra daga og skilað henn eftir tóma, drottinn. Ég þakka þér fyrir þá von sem við höfum og ég bið drottinn bara að dvelja meðal okkar hér í dag. Í Jesú nafni. Amen. All right. Ég kannski byrjaði að nefna í ræktinni í vikunni þá ég var að pæla í hvað við ættum að tala á páskunum. Að þá byrjaði ég að taka eftir því að það var maður í ræktinni með tattoo, trúið því? Tattoo á Íslandi. Auðvitað fór ég upp á honum og sagði 3. Mósebók talaði algjörlega á móti þessu. Nei, ég fór upp á honum og ég sá að hafa með cross tattoo og svo var eitthvað svona texti og oftast þegar ég sé cross tattoo þá veit ég ekkert eitthvað svona það er allir með cross tattoo eitthvað en svo var það eitthvað við textan sem er svona ok, kannski þetta biblíuvers og kannski þetta eitthvað kristinn einstaklingur og ég labba upp á honum og þá sé ég og spyr hana hvað er með hennar cross og ég sé hana handlegginn á honum og þá sé ég að þetta ekki biblíuvers heldur þetta það stendur hana You'll never walk alone sem og ég sagði þú með 2 trúarbrögð á höndinni nei þá var það sem sagt Liverpool eitthvað support song og og ég sagði þetta er eitthvað en svo spyr ég svona hvað þú veist af hverju færðu þið kross og þegar ég pæla oft í þessu af hverju er svona margir Íslendingar með kross á sér og þú veist, með hálsmenn sem er með kross og flúrað og þú veist, þetta er bara list fyrir sumum og stundum er þetta kannski minning fyrir einhverja sorg eða dauða eða jafnvel bara einhver stíll og svo er það bara svona skrítið eins og litla frænka mín hérna, hún var að sýna mér krossin á bak við eyra sitt og ég hugsaði þegar hún sýndi mér þetta og við erum að pæla í páskunum með mitt, þú veist, hvað ef hún var með svona rafmagnsstól á bak við svona, já, þetta er bara svona aftökutæki fyrir fólk, sem drepið fólk með svona rafmagnsstól og ég bara, mér fannst þetta svo flott á bak við eyrað eitthvað, þú veist, að hafa svona rafmagnsstól. en þú veist, þetta er rosa skrítið, þetta er pyntingatá, notaði ekki bara til þess að drepa fólk, heldur til þess að niðurlægja á meðan það var drepið. Og þú veist, ég alltaf pælt í af hverju er svo mikið Íslendingum með kross á sér og ég ákvað að spyrja hann og kemur þessi saga að sonur hans sagði dáið, 25 ára, 2 árum áður. Og þegar ég gekk út úr ræktinni þá var ég mjög þakkláttur fyrir því að hann skildi ræða þessa, ég sá alveg að hann var að tárast og við erum í work class, þú veist eitthvað, að segja frá sinni sínum og mjög þakkláttur fyrir að hann var tilbúinn að deila þessari erfiðari minningu. En þegar ég var að labba í burt þá var ég líka að spyrja mig hvað táknar krossinn fyrir hann, þennan mann? Þú veist, er þetta tákn sorg eða tap eða dauða eða er þetta tákn von og eilíft líf eða huggun? Og í dag þá erum við að fagna þessum páskum atburðurinn sem að umbreytti mannkynssögunni og eilíðinni, það sem Jesús, höfundur, skapari og sá sem viðheldur tilverunni, kemur, tekur á sig hold og leyfir mönnum sem hann skapaði, pumpandi blóði sem að hann er að gefa líf, nota sínar hendur, nota hans styrk, gefin á honum til þess að negla hann á kross og til þess að niðurlægja hann á meðan það er gert. Og ef þú hefur einhvern tímann skoðað hvað krossfesting er, þú veist, ég pældi í einu svona, bara hvernig deyr maður á krossi, hvað maður lengi að deyja á krossi, þá til dæmis fattaði ég ekki að þú kafnaðir til dauða á krossi. Að þú veist, það var ómikið þyngd á lungunum aður, þú gast ekki andað, í hvert skipti til þess að andað þurfti að ýta í gegnum naglan í fótunniðinum til þess að draga inn andan og leyfa að sleppa aftur til sand út. Og þú veist, þetta var höfundur sköpunar sem tekur hann á pyntaður og drepinn. Og hann hafði lifað því fullkomna lífi sem við gátum ekki. Líf án syndar og nú var sú stund runnin upp að hann ætlaði að leggja líf sitt í sölunar fyrir okkur til þess að deyja þann dauða sem ég átti skilið, sem þú átti skilið. Þetta var flekklausa, saklausa lambið sem að slátra fyrir okkur. Og ég pæla alltaf í þessu, við erum að syngja eitthvað. Við erum að syngja hérna lög með lömb og blóð og veist, ég pæli svona í því að þú kannt ekki kristnesku og labbar bara inn á samkomi og bara svona hvaða trúarhópur er þetta? Veist, það er svona, hvað gerist það eftir? Bara einhver, komið með sláturfórnina hérna. En þetta er sérst mjög kristneska til að segja að það var eitthvað saklaust sem tók á sig okkar synd og afleiðingu okkar. Og hann klæðir okkur í réttlæti sínu og gefur okkur
líf og meðan hann tekur á sig dauða minn og skömm mína. Og í 3 daga þá var hann settur í gröf, fjölskyldan hans í sorg, fylgjendur hans hryggir, þeir eru ringlaðir, þeir eru hræddir. Rómverjar voru ekki þekktir fyrir það, bara við tókum hann einn gaur, sleppum bara hinum eitthvað. Þeir drápu alla bara. Þannig að þeir voru að pæla, eru við næstir, skíthræddir, búin að læsa sínu herbyggi. Og hérna er staðurinn hans sem við finnum okkur á páskasunnudegi. Við erum að lesa í Matteusarguðspjalli í 28. kafla, mér langar að lesa genum vers 1-10 og mér langar að dvelja aðeins á þeim. Hér segir, að liðnum hvíldardegi, þegar lýsti af fyrsta degi vikunar, þá komu þær María Magdalena og María hin til að líta á gröfina. Þá var landskjálfti mikill. Þannig að þetta er greinilega einhvers staðar á Íslandi. Nei, því engill drottins sté niður af himni, kom og velti steininum og settist á hann. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varmennir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem öreindir. En engillinn mælti við konurnar, þér skuluð ekki óttast. Ég veit að þið leitið að Jesú hinn krossfesta. Hann er ekki hér, hann er upprisinn. Eins og hann sagði. Hann sagði ykkur það, þið verður bara að hlusta. Komið og sjáið staðinn þar sem hann lá. Farið í skyndi og segið lærisveinum hans, hann er upprisinn frá dauðum, sjá hann fer á undan ykkur til Galileu, þar munu þér sjá hann. Þetta hef ég sagt ykkur. Og þær fóru í skyndi frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðin. Og sjá, Jesú kemur á móti þeim og segir, heilar þið. Sælar! En þær komu, fjallu fram fyrir honum, föðmuðu fætur hans. Þá segir Jesú við þær, óttist ekki, farið og segið bræðrum mínum að halda til Galileu, þar munu þeir finna mig. Hann er upprisinn. Orðin, hann er upprisinn, er hjarta trúar okkar. Þetta eru mest umbreytandi orð og setning sögunar og þessi orð þýða í rauninni að Guð, Jesús Kristur, hefur sigrað dauðann svo við getum lifað með einhverjum tilgangi og von. Út af því að án þess að hafa upprisuna, þá ertu bara með einhvern gaur, með fullt af hugmyndum. Og þá ertu bara eitthvað að kenna fullt á einhverju, þetta getur verið prófessor eða eitthvað svoleiðis. En hérna sýnir hann að þetta er ekki bara einhver gaur. Og það fyndin frétt sem ég lasi fyrir 2 vikum, það sem að einhver, ég hætti ekki að hlæja að því, einhver fekk lífstíðardóm, örugglega fyrir eitthvað hræðilegt. En hann dó í fangelsinu og var endur lífgæður og var að reyna að gefa rök fyrir því að hann væri búinn með lífstíðardóminn sinn. En þannig að þetta er ekki eitthvað þannig dæmi, það sem er svona aðeins bil á milli þess að deyja almennilega. Þetta er gaur sem deyr, er dáinn í 3 daga, rís upp og lifir að eilífu. Ok, en þess vegna getum við sungið, þess vegna getum við predikað, þess vegna getum við lifað, lífum honum til dýrðar, vitandi að hann hefur gert leið fyrir okkur. Og þetta er í rauninni, þessi saga er það sem að gerir kristna trú svo ótrúlega frábrugðna öllum öðrum trúarbrögðum. Það eru margir nútið sem er bara trúarbrögð, eitthvað grautur og þetta er allt sama bragðið, bara smá vanilu eða súkkulaði eða eitthvað svoleiðis. En hann að þessi trú er svo ótrúlega skrítin út af því að öll önnur trúarbrögð segja þetta áttu að gera til þess að nálgast Guð eða paradís eða nirvana eða uppljómun eða hvað sem þú vilt segja. Og hér er sagan ákveðið öfugt. Þú ert plebbinn sem getur ekkert gert. Þú er engin uppljómun, þú verður alltaf bara average. Og þú getur ekkert gert þess að nálgast heilagan fullkominn Guð út af því að þú, newsflash, ert það ekki. Þú ert ekki awesome og mamma mín er örugglega búin að segja að þú sért. Ég er alltaf að minna hana á, hún kemur í kirkjunu okkar að segja fólki, þú er bara yndisleg og ég samt ekki alveg svona yndisleg. Þú þarft á frelsara að halda. En það er það sem við þurfum að minna okkur á. Þetta er það sem gerir okkar trú svo allt öðruvísi, er að hér er sagan ekki hvað þú átt að gera til þess að nálgast hann, heldur hvað hann hefur gert til þess að nálgast þig. Og ef það væri ekki fyrir Jesú, þá myndum við að horfa fram á veginn með skelfingu þar sem við vitum að við höfum öll syndgað, við höfum öll klúðrað, við erum ekki heilug og Guð er það. Og einn daginn munum við standa fyrir framan Guð og hann mun miða mig við heilagleika sinn og ef að ég kem eitthvað, segist henni alltaf, ég hjálpaði konu við götuna í bónus eða eitthvað svoleiðis, það er ekki neitt með allt það rugl sem ég hef gert og sagt í gegnum tíðina. Þannig að við þurftum ekki bara sjálfsumbætingu, sjálfsumbreytingu, það gjör svo vel, heldur þurftum við frelsara. Við þurftum einhvern til að koma og greiða okkar skuld. Og þetta er sagan að upprisinu sem er ekki bara einhvern huggunarverðlaun, þetta er hér að undirstrika endurreist, það sem hafði glatast við syndafallið er allt í einu orðið aftur,
það tækifæri aftur á því. Það eilíft líf, samfélag við Guð. Og konurnar komu syrgjandi til grafarinnar og þær byggust í dauða. En sorg þeirra vék fyrir dýrð. Og þetta það sem Jesús gerir. Hann mætir með upprisukraft í staðinn, á staðina sem að einkennast ofta sorg. Og hann fær að hitta okkur í gröfinu okkar og kynna okkur fyrir því hvað að hafa raunverulegt og varanlegt líf. Og áður en þú veist, það sem ég hef oft pælt í hvað við pælum aldrei í hvað orðin þýða. Það margir sem segja bara, ég vil vera sigurvegari, en svo pælum við aldrei í því að þú ætlar að sigra eitthvað, þá oftast einhver keppni eða stríð eða eitthvað svona erfitt, skilur við. Og hún svona, við viljum upprisukraft. En áður en að upprisa á sér stað, þá niðurfelling, dauði, mótsögnin ekkert rosalega góðir hlutir, en hér, ef það væri ekki fyrir krossinn á föstudeginum, gætum við ekki sagt á sunnudeginum, hann upprisun. Þá gætum við ekki sagt að við ættum von. Og upprisan hrópar að dauðinn sigraður, en upprisan býður okkur líka að finna nýtt líf, að koma til hans og vera tilbúin að deyja sjálfum okkur. Deyja störfinni til þess að vera eigin yfirmaður og leiðtogi. Já, sérstaklega fyrir Sibbi. Að deyja því að sjá okkur sjálf, að vera stolt af því hvað við getum gert. Heldur að koma eins og konurnar fram fyrir gröfina og sjá og mæta þar krafti hans á okkar myrkrustu stundum. Ég veit ekki með ykkur, einhver sem deilir því að hafa febrúar sem uppáhaldsmánuðin á árinu? Nei, ok, það segja allir það sama. Það allir bara hvað febrúar skítaveður, hvað að þér, Gunni. Ástæðan fyrir að febrúar minn uppáhaldsmánuður það á engin afmæli, ég þarf ekki að kaupa henni gjafir. Nei, út af því að í febrúar, þá byrja maður allt í einu, allavega ég byrja að upplifa að dagarnir séu að verða lengri. Já, það skíta kuldi, ömurlegt veður, vindur, allt það. En ég byrja samt að upplifa að dagarnir verða lengri og veturinn búinn. Og það nákvæmlega það sem að mér finnst Jesú gera hér. Hann kemur að gröfinni, það sem að myrkrið búið að dvelja yfir þeim, það sem að sorgin búin að dvelja og allt í einu víkur það fyrir dýrð hans og krafti hans. Og allt í einu þú veist, mér finnst svo fyndin í þessum texta, þessi mótsögn sem eiga sér stað hana, það sem að steinninn látin hana fyrir framan gröfina til þess að halda Jesú dauðum, til þess að standa í vegi fyrir því að Guð ger eitthvað, eða frekar að lærisveinir ger eitthvað. Og allt í einu þetta, það sem átti að vera svona fyrirstaðan fyrir því að Guð gæti eitthvað gert, orðið sæti fyrir einhvern engil, sem bara eitthvað, heyrðu, hann löngu farinn, þið eru allt á seinar. Þannig að mig langar að spyrja, hvar þú þessa páska? Þú við gröfina? Þú að bera sorg? Þú að bera efa? Eða þú tilbúin að stíga inn í ljós nýs lífs með Jesú? Því að hann tilbúin að hitta okkur á þeim stað sem myrkur til þess að koma með sitt ljós. Hvar sem Og ég elska í versi 6, þar segir engillinn við þær, hvers vegna eru komin til grafarinnar? Hann var löngu búinn að segja ykkur, hann ætlaði ekki að vera hér. Farið til Galileu, eins og hann sagði. Og mig langar að hafa eitt á hreinu. Það eru margir sem vilja svona, já, þetta eru svona sögur, bara til að segja okkur svona basic prinsip lífið og eitthvað svona. Hér erum við að tala sögu sem fjallar raunverulegt fólk á raunverulegum tíma með raunverulegri, líkamlegri upprisu Jesú sem umbreytti heiminum. Og ég þekki nokkra sem gæti heyrt orðið eins og upprisu og hugsa svona, ertu í alvöru samt? Ég hef ekki séð neitt rísa frá dauðum, þannig að, þú veist, ætlum að halda þig við þessa sögu, upprisu. Og ég var þar líka, á tímabilið þar sem ég var ungur, þá ólst upp í kirkju og svo var ég ekkert bara, þetta ekki bara allt, bara eitthvað bull, þú veist, þetta ekki bara allt svona einhver saga sem að fólk hefur sagt, sem að kannski sankaða sér einhverju valdi eða vinsældum, svona minna á að fá næringu, vinsældum eða hvað sem þú veist, þannig að þetta voru eitthvað peningaplott. Það var pottet, eitthvað svoleiðis, plokk, sem plott, já, það var peningaplott, ekki plokk, þetta var annarkvort. Það var eitthvað við þessa gaura, það voru að búa til sögu til þess að reyna að sanka að sér einhverju
Og svo byrjaði ég að kynna mér söguna þeirra og ég áttaði mig á því að þau fengu ekkert. Þau fengu enga peninga, þau fengu engin völd, enga frægð, nema það að vera ofsóknir og drepnir. Og ég byrjaði svona sjálfur að lesa þennan texta sem við finnum í Guðspjöllunum og það voru svona smáatriði í textunum sem byrjaðu að bögga mig rosalega mikið. Ég var að hugsa út frá þessu að kannski voru þeir bara að búa til eitthvað trúarbragð til þess að sanka að sér fylgjendum, til þess að fá sér völd og annað eins. Og það voru fullt af svona litlum atriðum í textunum sem byrjuðu ótrúlega mikið að bögga mig. Eins og þetta. Hérna ykkur gaurar og þeir ætla að búa til vinsælt trúarbragð. Og þeir búa á undir rómversku valdi á fyrstu öldinni og vinsæla hugsunin var sú að á þessum tíma, ef þú ætlar að fá uppljómun, ef þú ætlar að vera andlegur, ef þú ætlar að vera góður, þá ætti þú að losa þig af hinnu líkamlega til þess að ná uppljómun. Fór einhver á Nóa myndina og hann fekk alveg sjokk. Voru einhverju svona rock monsters í Nóa? Man einhver eftir þessari mynd? Það sem að Russell Crowe, ekki. Þetta var ekkert samkvæmt Biblíunni, en það var svona út af það var hugmynd sem var tekin úr rómversku hugsun á þessum tíma. Það sem var sagt, hey, ef þú ætlar að raunverulega vera andlegur, þá er gott fyrir þig að deyja líkamlega, svo rístu upp frá dauðum andlega. Og ég hugsaði, af hverju, ef þetta er vinsæla hugsunin á meðal Rómverja, myndu þeir koma og segja, nei, þessi maður reis líkamlega upp frá dauðum, sem fer á maður allri þeirri hugsun, og gerir það verkum að það er munu erfiðar að ljúga. Allt í einu, ef ykkur finnur lík, þá er þetta nýja trúa bara búið, sko. Það er ekki að fara neitt. Og ég byrjaði að sjá svona alls konar svona smáatriði í textunum með við hvað var að gerast á þessum tíma og það byrjaði að bögga mig og sönnunargögnin byrjuði að breyta minni skoðun að þetta gæti raunverulega að hafa gerst og þangað til að bara ég fekk að upplifa Guð sjálfur og vissi að þetta hafði gerst. Þetta hafði gerst í mínu lífi. Og ef þú ert hérna inni og ert með eitthvað svona fullt af einhverjum spurningum, þá langar mig bara að leggja til að þínar spurningar, Guð getur staðist þínar spurningar líka. Og ef markmiðið var hjá þessum einstaklingum að gera nýtt trúarbragð sem var byggt á lygi og gera einhvern veginn svona að búa til trúarbragð þar sem þú ætlar að trúa leiðtogunum að þessu nýja trúarbragði, af hverju myndir skrifa það sem þú gerir í Biblíunni? Þá vektum að lesa Guðspjöllin og bara svona, Pétur, í alvöru. Segir alltaf vitlausu hlutina og vitlausum tíma og svo er svona eitt gott augnablik, þú ert Kristur! Og svo bara eitthvað, en enginn mun drepa þig og þú bara svona, farðu fyrir aftan mig, Satan. Þú veist, eitthvað svona, hann klúðrar öllu og ef þú ert að fara að búa til eitthvað trúarbragð þar sem þú segir, þessi leiðtogar vissu bara allt, þau eru algjörlega traustverðugir og allt það, af hverju verður að búa til sögu þar sem þú lítur svo astanlega út. Og við sjáum það með þessi í textanum okkur í dag. Hvernig sjáum það í textanum okkur í dag? Hvar eru þeir? Þeir eru ekki neins staðar. Þeir eru hræddir inn í herbyggi á meðan að konurnar koma að gröfinni og leita Jesú. Af hverju ef þú værir að búa til vinsælt trúarbragð, myndir þú fara að búa til þessa sögu? Nei, þetta er ekki lygi, þetta er raunveruleg saga, raunverulegt fólk, raunveruleg staðsendingar, raunveruleg líkamleg upplýsa. En ég velti því samt fyrir mér hvort þessi raunverulega saga endurspegli það sem við gerum svo ótrúlega oft. Að við kannski komum til grafarinnar í sorg. Kannski gerum við ekki grein fyrir því að þetta sé gröf. Kannski erum við búin að vinna í mörg ár að því að skreyta þessa gröf og kannski spreyja smá ylvatni þannig að hún lykt ekki eins og gröf. En það sem gerist aftur og aftur er að við förum í einhvern brunn sem á að gefa okkur næringu eða á að gefa okkur svala þrost okkar og við finnum okkur aftur og aftur og aftur á þeim stað að sorgin tekur okkur. Á meðan að Guð er enn á að segja, hann er ekki hér. Komdu og fyndu hann í Galileu. Og stundum líta grafina okkar ekki einu sinni út eins og grafir. Kannski er það bara staðinir þar sem við finnum verðmæti okkar, gildi og sjálfsmynd. Samt einhvern veginn leiðir það alltaf til sorgar. Hlutinni sem við snúum okkur að aftur og aftur en samt upplifum bara sorg. Og hvað er geðveiki? Að gera sama hlutin aftur og aftur og búast við mismunandi niðurstöðum. Sumir reyna að finna sjálfsmynd sína og von í því að kannski sanka sér peningum eða eignum. Aðrir í fegurð og rómantík. Ég skal segja ykkur það að hrukkurnar vinna alltaf. Tíminn vinnur alltaf. Herru, ekki bara breyta svo í vitnisburðarstund.
Sumir sjá kannski gildi sitt í stöðum eða menntun eða völdum eða vinsældum, aðrir kannski í íþróttum eða áhugamálum eða skemmtunum. Sumir finna sjálfsmynd sína í einhverju sem svona augljóslega eyðileggjandi. Ég gerði þetta, ég fann von mína í vímu og fíkniefnaneyslu á tímabili. Aðrir finna kannski sjálfsmynd sína og öryggi sitt í góðum hlutum sem eru góðir hlutir en bjagast þegar við gerum það að aðalhlutunum. Stundum eru góðir hlutir mjög lélegir guðir og þeir geta ekki gert það sem Guð getur gert. Hversu oft hefur maður heyrt að kona mín fullkomna þig? Já, þetta er kona mín, hún fullkomna mig. Það skal ég segja, hún gerir það ekki. Mín kona er best og hún gerir það ekki fyrir mig. Sko. Eða hversu margir finna einkenni sitt og gildi sitt og hver þið eru í því að vera foreldrar. Gott hlutverk, en annarkvort mun makið þinn eða börnið þín kukna undan því að reyna að bera byrði sem aðeins Guð getur borið. Hann getur komið og hann getur læknað þig, eða þú munt vera fyrir ótrúlegum vonbrigðum að þau get ekki gert fyrir þig það sem Guð getur gert. Og takk ég eftir því hér í versum 2-4. Á þeim stað þar sem að guðlegt inngrip á sér stað, þá allt í einu sjáum við að kraft Guðs miðað við mannlegt vald. Við sjáum jörðina sem er venjulega rock solid, pun intended. Núna titrar hún. Steinninn sem var settur á sinn stað af trúar og pólitíska elítinni á þessum tíma, reyna að hamla verki Guðs, allt í einu orðin búið að rúlla honum í burtu og hann orðin sæti fyrir ykkur engla. Og takk eftir vörðunum í þessum versum, 24, allt í einu, þeir eru vanir að labba bara og fylla fólk af skelfingu og ótta og fólk veit af krafti þeirra og valdi og sverðum og kannski vanið því að drepa aðra og allt í einu, hvað sjáum við í textunum í dag? Þeir liggja hana, þykjast vera dauðir. Fyrir englunum og þeir eru skítrættir, þeir eru nú að upplifa það sem svo margir eru búin að upplifa af þeim allan þennan tíma og nú er myndin algjörlega orðin öfug. Allt þetta sem leit út fyrir að vera magnað er orðið einhvern veginn ekkert út af því að Guð kemur inn í. Og ástæðan fyrir ég legg áherslu á þetta er út af því að þegar við kynnumst Jesú Kristi og krafti hans, að þá sjáum við það sem virtist einu sinni þess verði að lifa fyrir eða deyja fyrir. Það sem virtist einu sinni vera máttugt, það sem virðist einu sinni vera þess verði að eyða lífið þínu til að öðlast eða hvað sem er. Allt í einu verður það að engu í samanburði við það sem við höfum í Jesú. Og þegar þú sérð dýrð hans, þá allt í einu byrjar að fatta heimskuna á bak við það. Að reyna að finna verðmæti og gildi og von í hverfulum hlutum. Sköpuðum hlutum á meðan skaparinn segir, hei, komdu til mín. Pældi því, við erum að byggja von okkar aftur og hamingju okkar á hverfulum hlutum og svo spyrjum við okkur aftur og aftur, af hverju endist þetta aldrei? Út af þeir eru hverfulir hlutir. Það er pointið á bakvið það. Og allt í einu kemur hér upprisið Jesú Krist sem hristir bæði jörðina og væntingar okkar. Hann er upprisin, er mikilvægasta setning mannkynssögunnar. Og þessi orð, þau bergmála enn í dag og þau bjóða enn von til vonlausra og hvíld fyrir þá sem hafa reynt allt annað og eru örmanna. Svo hvað lifir þú fyrir? Og ef þú, eða aðrir í kringum þig, hafa komið upp hindrunum í lífi þínu sem hindra þig frá því að hlaupa til drottins þíns til Jesú Krist sem drottins þíns og frelsara, hvers vegna ekki að láta daginn í dag vera daginn þar sem þú segir, hei, ég gefst upp. Leyfa þeim Guði sem allt steininum fyrir 2000 árum að vera sá sem veldur þeim sem þú ert búin að setja upp sem hindranir í þínu lífi. Og hverjar eru þínar hindranir? Er það sorg, er það sektarkennd, er það ótti? Upprisan er leið Guðs til að segja að það er ekkert mér ómögulegt, það er ekkert mér stærra, það er ekkert sem getur staðið á milli mín og þín. Og ef hann getur breytt rómversku pyntingatæki í tákn vonar, en það ekki, er það ég vona á sér með krossinu upp á tákn vonar eða ekki, þetta er ekki pyntingatæki, já, ok. Ef hann getur breytt rómversku pyntingatæki í tákn vonar og lífs og sigur Guðs, þá getur það svo sannarlega tekið plebban þig og gert eitthvað með það. Veist. Út af því þetta snýst allt hans kraft, hann. Og ég bara newsflash, þú ert ekki aðal persónan í þessari sögu, sko.
Og það ótrúlega léttir að vera ekki aðalpersónan. Þú ert ekki skapaður eða sköpuð til að vera aðalpersónan. Og það sem ég elska við þetta, Jesús þegar hann segir, þegar hann lýsa himnaríki, þá segir hann, hey, ef þú vilt komast inn í himnaríki, þá verður að koma eins og barn. Og sem ótrúlega skrítið. Og oftast þegar við pælum í því að þroskast í einhverju, þá þýðir það að vera sjálfstæðari og vera sterkari og eitthvað svona. En að þroskast í trú einhvern veginn að vera háðari og veikari. Einhvern veginn að reiða sig meira á hann og hver hann Og mér fannst ég upplifa þegar ég var pabbi, allt í einu fekk ég betri skilning á hvernig Guð elskar. Og ég átti mjög erfitt með að skilja af hverju Guð væri þolinmæður gagnvart mér. Og öllu því sem ég sagt, öllu því sem ég gert. Af hverju hann að sýna mér einhvers konar á. Svo eignaðist ég lítið börn. Stór börn, greið kona mín. En þau voru stór börn, en þau voru rosalega falleg. Og mér fannst ég skilja aðeins ást Guðs á betri hátt. Og ég veit ekki hvort að þú veist þetta, en börn eru sóðaleg og stundum bara ógeðsleg. Þau eru óútreiknanleg, þau eru ófilteruð. Ég var eitthvað að reyna að tala á þann upp á sviði og þá kemur bara stelpa mín að hlaupa hringi í kringum mig og ég bara svona, þetta ekki. Þessi líka, reverb, það reverb á þessum. Já, þeir eru ófilteruð, þeir eru vanmáttuð, þeir eru hjálparlaus, þeir eru algjörlega háð foreldrar sinni til að lifa af. Og það var bömmið fyrir mig, ég fattaði allt í einu að börnin borgi ekki einu sinni leigu. Stundum eru vekjaðu upp á nóttunni, stundum eru mjög creepy. Það ótrúlega ofta sem að krakkanir, Svafa kannast við þetta, við vöknum og horfum og það var bara svona einhver 4 ára stelpa sem vanlega rosalega krútleg og hún bara stara á þig og meðan þau sofir og það bara svona, hvað viltu? Stundum eru þau að pissa á meðan þú ert að skipta á þeim, stundum eru þau að æli við þig, þú ert að reyna að hjálpa þeim að ropa, það endalaust af dótið sem fer úrskeiðis og ég man, ég hélt á þessum litlu börnum, þessu kaosi í líkamlegu formi og ég fattaði að þau getur ekkert gert fyrir mig sem eitthvað svona hagnýtt fyrir mig. En samt vissi ég það leið, ég þurfti bara að horfa á augun þeirra og ég vissi að ég var tilbúin að deyja fyrir þig. Og þetta það sem að Jesús segir við okkur, ef þau vilja koma til mín, ekki koma til mín þegar þú ert búin að kippa þér í lag. Ekki koma til mín þegar þú ert búið með alla þennan spurningar, eða þegar þú ert hættur að blóta, eða þegar þú ert loksins verður að vera elskaður eða elskuð. Nei, sem faðir, þá segir hann, komdu til mín, í öllum þínum skít og kúk og hvað annað sem fylgir þér og leyfið mér að elska mig sem faðir og leyfið mér að elska ykkur nóg til þess að leyfa ykkur ekki að vera það sem þið eru. Og kristin trú allt í einu, þegar ég byrjaði að pæla í því, kristin trú sprakk ekki út af því að þessar konur eða lærisveinir voru svo áhrifamiklir. Hún sprakk út af því að kraftur Guðs var að vinna í þeim og í gegnum þeim. Og hann tekur það brotnu. Hann tekur fólkið sem endalaust í lykkjum og hringrás syndana við eins og hundar, hafið þið séð hundar gera þetta. Að éta æluna sem þeir ældu upp. Hafið þið einhvern veginn séð þetta? Þetta ekki fallegt, en þetta svona lýsing á þér. Nei, á okkur. Hversu oft erum við búin að æla ykkur upp sem við vitum að það slæmt fyrir okkur og svo förum við aftur í æluna eins og okkur ógeðslegir hundar eru að éta þessa ælu aftur og aftur og aftur og hann segir, hey, komdu til mín, ógeðið þitt. Nei, en hann notar gröfina til að minna okkur á eilíft líf. Hann notar rómversk pyntingatæki til að minna okkur á að já, hann réttlátur, hann mun dæma synd, en sömuleiðis hann miskunnsamur. Hann reiðubúinn að taka á sig refsingu fyrir synd okkar. Hann tilbúinn að taka á sig dauðan sem við áttum skilið. Á krossinum þá mætist réttlæti og miskunn Guðs á sama stað. Og saga þín þarf ekki að enda við gröfina í einhverju sjálfshatri eða sjálfseyðinleggingu eða sjálfsvarnar að reyna að sjá þig sjálfur. Hún gæti að enda með því að þú minnir þig á að gröfin tóm. Og nú komin tími að fara úr gröfinni og fara til Galileu. Ertu hræddur? Í versum 5-7 þá segir hinn engillinn ekki vera hræddur. Þannig að hættu þessu, kjaftaði.
Hann upprisinn. Alveg eins og hann sagði. Getur þú ekki staðið við loforð þín? Þú getur hlupið til hans, vita að hann stóð við lofið sitt þá og hann getur enn staðið við lofið sín í dag. Og þegar óttinn grípur okkur, gefur okkur trú á hinn upprista Krist, þá höfum við frið, þá höfum við tilgang, þá höfum við fullvissu. Líður þér eins og þú sért ekki nógu góður eða góð. Ég með magnaða fréttir fyrir þig, hann ekkert að leitast eftir þannig fólki. Oftast það erfiðasta fólki til þess að fá okkur til að gera eitthvað. Í versum 7-8 þá segir engillinn konunnar við gröfina, farið og segir lærisveinum hans. Og ástæðan fyrir að ég les þetta út af því að ég vil undirstrika hér sjáum við mikilvægasta boðskap sem jörðin hefur heyrt falin konum að segja lærisveinum. Og ástæðan fyrir ég undirstrika að ég spyr hversu mikið af unnecessary details komið fram í þessari sögu. Nei, ég að tjóka. Hér ástæðan fyrir ég segi þetta. Hvers vegna þetta mikilvægt? Einhver sem kannast við félag minn Flavius Josephus? Ja. Manstu ekki? Já. Ef þú ert að pæla í barnanöfnum, Flavius Josephus, ég vil bara segja. Flavius Josephus, hann fæddist nokkrum árum eftir upprisi Jesú Krist. Og hann gerist einn aðal sagnfræðingurinn á þessum tíma. Hann vinnur með Rómverjum, hann gyðingur sjálfur, hann gefur rosalega mikið innsæi inn í hvernig gyðinga menning rómversk menning hvað að gerast, hvernig fólk hugsar og annað eins. Og hann fæddur nokkrum árum eftir krossfestinguna og upprisuna. Og hann átti síðar eftir að vera einn af þessum merkilegu sagnfræðingum. Veitir hvað hann sagði konur? Að konur mætti ekki bera vitni í dómstólum því að það væri léttúðar og áræði kyns þeirra væri óreiðalegt. Þannig að konur mátti ekki vera vitni í dómstólum á þessum tíma, út af því það voru konur og við vitum allir hvernig konur geta verið. Nei, veitir hvað Celsus sagði? Þú hugsa kannski, Flavius Josephus, þetta var einhver gyðingur fyrir 2000 árum, svolítið backwards. Ok, hvað með grísku, heimspekina? Þeir voru pottið eitthvað betri. Nei, þá var eitthvað gaur sem heit Celsus, hann var einn grískur heimspekingur að reyna að ráðast að kristinni trú, held ég 150 árum eftir Kristi eða eitthvað svo leis. Vitið hvað hann sagði konur? Að þessar konur væri hysterískar konur sem blekkjast af göldrum. Það ekki hægt að reiða sig á vitnisburð kvenna því að þær eru bara hysterikal, þessar konur. Það vita það allir. Og ein af árásum hans, gagnvart kristinni trú, var það að ætla þú virkilega að trúa því að aðalboðskapurinn í trún ykkar var gefinn konum til þess að fela, til þess að segja þeim frá. Nú, aftur og aftur. Ef þú telur þig vera einhvern veginn ekki nógu góður. Jafnvel ef að samfélagið í kringu þig segir, hei, þú ert ekki nógu góður. Þá er Guð einhvern veginn aftur og aftur að segja, hei, mér er alveg sama hvað samfélagið í kringu ykkar segir. Ég ætla að nota þetta fólk til þess að sýna að þetta er ekki þau, þetta er Guð, kraft Guðs. Enn og aftur. Ef þú spyrðir þessi saga, ef þú ætlar að búa til nýtt trúarbragð, þú vissir að menningin var svona á þessum tíma, myndir þú búa til þessa sögu. Gyðingarnir hafa kannski ekki litið á það sem áreiðanleg vitni. Grísku heimspekingarnir gætu hafa gert grín á því að konur voru vitnin. Hvað gerir Guð samt? Hann tekur það sem öðrum kunna þykja ekki nógu gott. Og hann býður þér og okkur að vera hluti af sinni sögu sem endar í farið og segir öðrum frá. Þannig að ef þú ert ekki nógu góður, þá ert þú bara komin í fullkominn félagskap hér. Við erum frekar ömurlegur hópur af fólki, en við syngjum einn gaur sem var geggjaður. Að lokum, í versum 9-10, þá sjáum við persónulegan fund með Jesú. Hann hittir konunnar á leiðinni. Sælar! Það er geggjað. Í 1. Korintharbréfi 15:6 þá er Páll postuli að nefna að það voru ekki bara þær sem hittu upprisin Jesú, það voru lærisveinir. Á einu tímapunkti voru 500 mann sem sá hann á sama tíma og sama stað. Margir segja, ok, kannski var þetta ekki saga það sem voru bara að búa eitthvað til. Kannski var það bara að þau voru að sjá ofsýnir. Þau voru allir að sjá ofsýnir. Er ekki rétt orðið? Ofsýnir. Ofsjónir. Já, ofsjónir. Ofsjónir. Þau voru bara að sjá ofsjónir af Jesú út allt. Og ég veit ekki hvort þú hefur tjekkað eitthvað á offsjónum, hvernig það virka. Oftast ekki 500 mann sem eru með sömu offsjónina
Sýnina, þetta orð ömurlegt. Ofsjónina, það hljóma bara, já, ok. Það allavega gerist ekki að allir séu að sjá sama hlutin í haustum á sér, á sama stað. En hér, þá hittir hann þessar konur og hann segir við þær, ekki vera hrættar, farið og segið. Og ég elska viðbrögðin þeirra, bara lofgjörð. Í dag, þá getur Jesús núið sorg þinni í dýrð. Hann getur breytt fortíð þinni í tilgang og framtíð sem þarf ekki að byggja á því hvaðan þú komst. Hann getur breytt ótta þínum í trú, alveg eins og hann gerði fyrir þessa konu fyrir 2000 árum. Upprisan hristi jörðina þá og hún getur hrist í lífið þínu enn í dag. En spurningin fyrir okkar ætlum við að tilbiðja henni upprista frelsara? Erum við tilbúin að sleppa gröfinni og fara til Galileu? Spurningin fyrir okkur, ertu þreyttur? Eða þreytt? Ertu hræddur eða hrædd? Ertu búin á því? Trú á boðstólnum í dag. Frá Jesú sem gaf sitt líf fyrir þig og býður þér að vera barn sitt. Og fyrir 15 árum þá hitti ég Jesú. Það sem hann kom til mín, sælir. Hann umbreytti huga mínum, hann umbreytti hjarta mínu og lífi mínu. Og ég gat ekki annað en gert það að þrátt fyrir ömurlega íslensku, eins og þið heyrir kannski, ofsýnir. Ég gat ekki annað en sagt, ok, ef enginn annar ætlar að segja fólki frá, þá ætla ég allavega að segja, hann sagði farðu og segðu frá, þannig ég ætla að fara að segja frá. Og þess vegna stend ég hér í dag. Og mér langar að spyrja, ætlar þú að hlaupa til Jesú? Og ég ekki að kalla þig til eitthvað, herðu, ef þú kemur inn í þetta trúarbragð, að þá mun lífið breytast og vera get awesome og allt það. Eða hei, ef þú fer í þessa ákveðnu kirkju, þá mun allt vera geggjað. Nei, þú veist, þetta snýst ekki kirkjuna, þetta snýst ekki trúarbragðið, þetta snýst hann. Og ef að trúarbragðið eða kirkjan farin fram hjá honum, í pæli ykkur öðrum eða öðru, að þá það algjörlega búin að missa af punktinum við það að þetta hann sem kemur og breytir þér. En spurningin ég tilbúin að koma til hans sem persóna? Ég tilbúin að taka við því sem hann segir sjálfan sig fyrir hvað mér finnst það hann ætti að vera? Ég tilbúin að segja, ég trúi því að þú veitir betur en ég. Ég þekki bara einn gaur sem hefur verið sigurfróttið og haldi áfram að vera þannig. Ekki svo þessi fangelsisgaur sem ég nefndi hérna. Ætlar þú að hlaupa til Jesú? Og ég ekki hér til að kalla þig til að gefa lífið þitt í ykkur kirkju, heldur frekar í persónuna Jesú Krist. Við eins og þessar konur, við fundum Guð við gröf í okkar sorg og okkur var sagt, hei, hann vill ekki hafa hana, ertu tilbúin að fara til Galileu? Og við erum kannski ekki merkilega manneskjur, sérstaklega hún Jóhanna, hún nei. En við þjónum merkilegum og kraftmiklum frelsara. Og ég einn syndari hér, hólpinn af náð, og þú horfir í kringu þig, þá ertu hliðin á okkur með öðrum syndara, vonandi hólpinn af náð. En ef þú ert ekki, þá tækifæri í dag til að segja, hei, ég tilbúin að trúa og treysta það sem hann hefur gert nóg. Hann búin að klára mína synd og hann þess virði að lifa fyrir og deyja fyrir. Ég vil bara vera það sem hann hvað sem það kostar. Og eins og þessar konur, það eftir persónulegum kynnum í Jesú. Ég var niðurbrotin maður sem hefur verið læknaður og henni í lækningaferli. Og boð mitt í dag einfaldlega að segja, viltu taka við þessu? Viltu hlaupa þangað sem Jesús því að hann ekki í gröfinni, hann upprisinn. Og í dag þá getur við saminast okkur í að elta manninn sem drap dauðan, sá sem gefur okkur tilgang, manninn sem með sama kraft í dag til að nýta, til að breyta okkur, til að gefa okkur líf. Og upprisinn ekki bara kenning. Hún boð þennan persónulega fund við Jesú að upprisa hann minnir okkur á að við getum fengið nýtt líf ef við erum tilbúin að deyja. Rómarbréf 6:4 talar að við erum dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Þannig að það ástæðan fyrir því að við margar kirkjur, þessi kirkja og okkar kirkja, við skýrum fólk með því að láta það ofan í vatnið, það eins og þú sért að deyja sjálfur þér og kemur upp sem nýsköpun í honum, en þetta mynd upp á það sem Guð getur gert í hjarta þínu núna. Og mér langar til að biðja, og ef þú ert hér inni og þú ert ekki tilbúin að taka þetta skref í dag, þá langar mér samt að spyrja þig,
hvaða skref ertu tilbúin? Ef þú kannski forvitin og ert ekki komin enn á þann stað þar sem þú ert tilbúin að segja, hei, ég ekki tilbúin að gefast bara Jesú völdin og gera hana drottni í lífinu mínu, hvert þá eitt skref sem þú getur tekið í átt að Jesú Kristi? Því að ef þú ert hér í dag, þá ertu væntanlega hér út af því að Jesús allavega búin að taka einhver skref á móti þér. Og hann á lífi og hann kallar þig. Og mér langar bara að biðja fyrir okkur. Og ef þú ert hérna inni og þú ert búin að segja kannski, hei, ég bara með fullt af spurningum, eða hei, mér langar að gefa honum líf mitt og mér langar að vita hvernig það að fylgja honum, að þá var ég ótrúlega til í að biðja með þér og tala við þig. En mér langar bara að biðja örsnögt fyrir okkur. Drottinn, vilt þú snúa sorg okkar í dýrð? Vilt þú endurheimta fortíð okkar til að sýna þína miskunn? Vilt þú koma og hrista upp, ekki aðeins jörðina, heldur líka væntingar okkar og jafnvel enn í dag, hrista upp í lífum okkar. Viltu leyfa trúnni að sigra óttann? Viltu láta mátt þinn breyta okkur og búa okkur til að fara og segja öðrum frá með orðum okkar og gjörðum okkar og hegðun okkar og hugsunum okkar, megum við endurspegla þig og hvernig þú ert og hvað þú hefur gert í okkar lífi. Og Drottinn, ef það einhver hér í dag sem hefur ekki tekið þetta skref, sem hefur ekki fengið að upplifa kraftinn eða vonina sem í þér, sem kannski ennþann dag í dag að leitast eftir því að finna gildi sitt og von í einhverju sem gefur aldrei það endanlega sem lofar. Syndin einhvern veginn alltaf þeim, hún lofar of miklu og kemur aldrei neinu til staðar, Drottinn, hún svarar aldrei því sem sálir okkar sækjast eftir og öskra á eftir, Drottinn. Ég bið ef það einhver hér í dag, Drottinn, sem þekkir þig ekki, Megi dagurinn dag vera svo dagur þar sem að þau leggja allt sitt trú og traust á að þú hefur greitt okkar skuld. Og megi dagurinn vera svo þar sem þau segja, ég ætla að fylgja Jesú, ég ætla að vera það sem hann hvort sem að sé í Galileu eða hvar annar, öllum öðrum stöðum. Ég bið Drottinn, ég bið að starfa í okkur, ég bið að byggja okkur upp. Ég bið Drottinn að fylla okkur af von og mæta okkur í Jesú nafni. Amen.